Í dag ætlum við að fjalla aðeins equation í Word. Við byrjum á því að gera töflu. Það er hægt að gera bæði með því að fara í insert og velja table. En við ætlum að velja einfaldari leið og fara beint í table hérna uppi. Og smetla svo á new. Og þá getum við valið hversu marga glugga við þurfum. Við veljum okkur bara 2 glugga. Og þegar taflan er komin inn, þá pössum við að hafa stikun á þeir stað sem við viljum setja dæmið inn. Við förum svo aftur insert og veljum equation. Þá birtist ramminn type equation here. Nú tökum við þetta því að það birtist borði hérna fyrir ofan með alls konar skemmtilegum stærðfræðilegum táknum. Hér getum við sett inn brot og veldi og rætur. Hérna eru brotin og svo er hérna veldin og ræturnar síðan. Hérna eru tilbúna formúlu hérna vinstra á horninu. Pythagoras og fleiri sem hættir að fylla inn í eyðurnar. Með mjög einföldum hætti. Þú bara klikkar á þær og þær birtast þarna inn. En við skulum pröfa að setja inn brot. Setjum inn eitt brot. Setjum inn töluðnar í staðinn fyrir kassana. Ef við viljum hérna bara hálfan. Setjum svo bara mínus. Og svo ætlum við að setja inn hérna veldi. Tökum við heila tölu. Setjum bara 7. Og setja hérna veldi. Gerum svo bara sama sem. Og nú í kassaninu við hliðina og tilvalið að setja skýringartexta fyrir dæmið. Svona til þess að vera með betri sýn við það sem við ætlum að gera skref fyrir skref í dæminu og útskýra nákvæmlega að gera röðina. En við skulum endilega prófa að setja inn eina tilbúna formúlu hérna fyrir neðan. Þá getum við farið aftur í insert og valið equation. Og veljum okkur einhverja góða, svo sem eins og Pythagoras. Þetta er sem sagt tilbúin formúla og er hægt að breyta henni alveg eins og þarf. En hún er bara fullkomin svona eins og hún er. En þetta er mjög góð leið til þess að læra stærðfræðina og er að gera að prófa sig áfram í þessu.